Valdir, komið hér á Norrlandamóti í Kísakaljó, 2 leikir búnir hjá undir 18 ára drengjunum, nokkuð ólíkir leikir, það ekki? Það má segja það. Það voru bara flottir í fyrri leiknum og lent sko í smá vegg í seinni. En það er bara eins og það er, við lærum af því og svo lengi sem við erum að reyna að spila á þann hátt sem við viljum spila, erum að leggja okkur fram og fyrri leikurinn var heldur ekkert fullkominn þó að við höfum unnið og margt gott í honum og seinni leikurinn var ekkert að öllu leyti skelfilegur þó að við höfum tapað. Það er hluti sem getur unnið með og báðum og markmiðið bara betra og betri í hverjum leik. Kemur þú inn sem aðstoðarþjálfari með aðalþjálfaranum undir 18 ára liðsins Ísrael Martin. Áttum reyndar uppalega að vera þú og Brynjar Þór Björnsson en þú ert einn hér. Hvert er svona þitt starf sem aðstoðarþjálfari með þjálfaranum? Það er náttúrulega bara að hjálpa til við æfingarnar. Við vinnum rosalega mikið saman, við erum að förum í gegnum taktíkin er upprunalega frá honum og svona grunnhlutirnir. Ég fæ mitt input og fæ af helling að segja. Skipuleggja æfingar, við skiptum því á milli okkar og bara samtalið við þjálfara finnst mér líka bara svo ógeðslega mikilvægt. Fyrir mig persónulega myndi ég segja að þetta er meira en nokkur þjálfara námskeið að fá að vinna svona hands-on með öðrum þjálfara. Þetta er alltaf öðru sér dæmið en að vera í félagsliði. Þetta er svona samþjappara eins og Örstuð Prísísson fyrir mótið tekur síðan vikur sko. Þannig að þetta er koma miklu inn, reyna að kenna eins mikið og hægt er. Þannig að hlutin gerast hratt. Það er óbúslega gaman að fá að taka þátt í. Það er samræði fyrir og eftir hver einustu æfingu og svo er það endalaust. Nú horfa á vídeó saman, klippa allt til og það er rosalega mikill körfubolti sem maður er að taka inn. Bara gaman að fá aðra að sína hlutina sem aðstoðarþjálfari sem maður tekur síðan með sér í það sem maður gerir sjálfur. Þú ert að þjálfa út hjá Fjölni, það ekki? Þú hefur verið að þjálfa þar, núna varst í yngri flokkum síðast tímabili? Já, ég og Dóri vorum saman meistaraflokkin í fyrra. Svipað eins og þar er Dóri aðal í aðstoðar. Ég er með drengi ólíkaflokks sem meira að meina sömu strákar. Ertu þú veist, sérðu mun á körfuboltanum sem spilaðir í yngri flokkum á Íslandi og svo þessum bolta sem spilaði hér? Já, klálega. Ég meina, erum við með rjómana úr hverju landi fyrir sig. Það er kannski hægt að leggja stundum meira á svona hópa heldur getur kannski alveg þannig. Lefilega bara herra. En svona stóru munur. Það er bara, verður allt öðruvísi intensity er miklu herra heldur kannski margir að venja. Við sjáum alveg stráka sem er aðlagast í að spila á svona miklu intensity í alla tíma. Það er pressa fulla völl. Það er aldrei break. Það er enginn að fara að spila 35 mínútur í leik, það er bara ekki hægt. Ekki á þessu level. Þannig að ég held að þessi geggjaður skóli fyrir þessa stráka og stelpur náttúrulega að fá að upplifa þetta. Að fá að vera ekki lengur sá sem er með bolta endalaust í höndurum og geta gert náttúrulega það sem maður vill. Bara kemst enginn upp með alveg hvað liða. Það þurfa lefilega það hátt, það er allir góðir. Það er enginn sem að færi einhvern afslátt sko. Hátt intensity leveli og eins og þú segir það spilar enginn 35 mínútur en sér það fyrir að þú farið með eitthvað af þessu intensity eftir til Fjölnis má búast við algjörlega, drengi ólíkaflokk brjáluð við höfum verið að reyna að hækka rána bara almennt í yngreflokksstarfinu heima og þetta er eitthvað sem við höfum talað um nokkur ár og eitt af það sem Finnur hefur verið að koma inn bara, þetta á ekki bara við landslið og svo það með að hafa þessa þjálfara úr félögunum með því að auka við aðstoðarþjálfarum og meiri tenging inn í félögin. Þannig að vonin er svona að við náum að hækka levelið bara allstaðar og vonandi náum við bara með því að fá betri leikmenn upp og skila sér í landsliði. Sem er markmiðið, eða ekki? Sem er alltaf markmiðið með unglingalandsliðum. Þetta er undanfari aðlandsliðsins. Sérðu marga leikmenn í undir 18 ára liði drengja í dag sem eftir að spila aðlandsleiki?
Ég sé fyrir mig að það geti allir möguleika á því. Já. Það fer allt eftir því hvað þeir eftir að leggja á sig. Já. Ef þeir taka það sem er að læra hérna tilíka sér það og þar með bæta sig meira, það allt bara í þeirra höndum, sko. En allir þessi gaurar sem hérna eru vegna þess að, nú tala ég alltaf stráka því ég með gallalið, nákvæmlega saman hvernig megin, að þeir eru hérna á ástæðu. Þessi krakkar eru hérna vegna þess að þau eru möguleika á að verða eitthvað. Og já, það bara klárlega. Alveg lokum, hvernig eru aðstæðurnar í búblunni að fara með þeim? Get ekki kvarta, sko. Nei. Það náttúrulega hálfgerð stofufangelsi, sko, maður ekkert að... Körfuboltastofufangelsi? Já, maður að segja það, sko. Ég kvarta ekki við því, sko. Nei. Ég meina, það er nóg að borða og flott aðstæð til að æfa, aðstæð fyrir fundi, allt til að sem er sjúkraþjálfari með okkur. Fyrir körfuboltamenn verður ekkert betra, sko. Frábært. Takk.